Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 2. Tímóteusarbréf 14 mínútur yfir 2. Minn á þetta og heit á þá fyrir augliti Guðs að eiga ekki í orðastælum til einskis gagns, áheyrendum til falls. 2. Tímóteusarbréf korter yfir 2. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. 2. Tímóteusarbréf 22 mínútur yfir 2. Flýð þú æskunar girndir, en stundar réttlæti, trú, kærleika og frið við þá, sem ákalla drottina hreinu hjarta. 2. Tímóteusarbréf 24 mínútur yfir 2. Þjónn drottins á ekki að eiga í ófriði, heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari, þolinn í þrautum. 2. Tímóteusarbréf 25 mínútur yfir 2. Hógvær hann agar þá, sem skipast í móti. Guð kynni að gefa þeim sinnaskipti, sem leiddi þá til þekkingar á sannleikanum. 2. Tímóteusarbréf 4 á móti 2. Prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. 2. Tímóteusarbréf 4 á móti 5. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjörverk, trúboða, fullna þjónustu þína. Títusarbréfið 1 á móti 8. Hann sé gestri sinn, góðgjarn, hóglátur, réttlátur, heilagur og hafi stjórn á sjálfum sér. Títusarbréfið 2 á móti 2. Aldraðir menn skulu vera bindindisamir, heiðvirðir, hóglátir, heilbrigðir í trúni, kærleikanum og þolgæðinu. Títusarbréfið 2 á móti 3. Svo eiga á aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þær skulu ekki vera rógberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér.